Hérna erum við komið með alveg stór glæsilegan bíl. Hann mattur og þetta svona grænn, þetta svona eins og hermanna grænn litur á þessu. Nú þessi hérna bíl heitir Smart #5. Hann sérstakur í útliti, mér finnst hann alveg gríðarlega flottur. Þetta svona ferðakitt sem hægt að fá á hann. Þá erum við með hérna toppgrind og ég ætla að sýna ykkur hinum megin á eftir. Það stigi sem hægt að losa niður og klifur upp á og raða ofan í. Nú þessi típa hérna, hún af miðjugerðinni sem að Askja að bjóða, kallað Summit Edition. Þessi bíl, hann öðruvísi en margir aðrir rafmagnsbílar að því leytinu til að hann með 100 kW rafhlöðu. Þú getur hlaðið inn á hann 400 kWh í einu á nógu aflmikilli hleðslustöð. Þá ég að tala 400 kWh á klukkustund. Þú ert svona kannski 15 mínútur að hlaða frá 10 upp í 80% ef þú ert á nógu kraftmikilli stöð. Annað sem mjög sérstakt við þennan bíl, þá hann 588 hestum og hann hægt að fá í Brabus útgáfu og þá hann 640 hestum. Og núna þegar maður ekur þessum bíl þá finnur maður alveg að þetta svona í hærri kantinum þetta af. Maður verður að vanda sig aðeins þegar maður gefur þessu inn. Hvað eigum að segja með útlitið á honum? Hann smart, hann svolítið grófur. Hann lítur svona, hann vísar aðeins til Land Rover bílana. Hvað ég að segja, hann minnir mig á Mini, Countryman líka eða Kia Soul. En allt þetta, allur þessi samanburður á jákvæðan veg. Mér finnst hann mjög smart þessi bíl, en það heitir hann smart. Og hér mjög stór afturhurð sem þýðir það að þegar maður allar setjast hérna inn, að þá alveg rosalega gott aðgengi. Plássi hérna alveg með eindæmum gott. Hérna erum við með hleðslugáttina. Það sem sniðugt við þetta lok hérna, að það færist aftur með bílnum en opnast ekki út svona til hliðar sem að gerir að verkum að maður getur gengið og brotið af. Þetta allt öðruvísi bíl. Ég verð bara að segja eins og hvað það varðar. Hvernig öðruvísi? Hann mjög tæknilegur og þessi tækni virðist vera að virka. Ég ek honum hérna á hraðahindrunum hérna í Reykjanesbæ. Maður finnur eiginlega ekkert fyrir því þegar þú skellir yfir hraðahindrun. Hann tekur líka ójöfnur í veginum mjög vel. Það kemur óvart vegna þess að þessi bíl svona í kringu 2300 kg og yfirleitt svona þessir rafbílar mjög stinnir. En þetta sá bíl sem að kemst næsti að vera hvað líkastur bíl með brunavél að aka af þessum rafmagnsbílum sem að ég hef keyrt. Skottlokkið, þá finnur maður hvergi neitt til þess að opna það og ég verð að viðurkenna það. Ég þurfti að googla til þess að sjá hvað það opnað. En það gert hér á milli inn í A-inu. Og hérna erum við með alveg þrælflott farangurstýrmi. Það alls 630 lítrar og það á 2 hæðum. Hérna hægt að geyma gardínuna sem maður dregur hérna fyrir, sem alltaf fyrir manni. Það hægt að taka þennan hlera hérna og setja hann, taka hann úr sýnist mér. Og þá hann orðið miklu dýpra á honum skotti. Og ef við leggjum sætin niður sem 40-60 og þá erum við komið hérna með pláss upp á rúmlega 1500 lítra. Mælaborðið í þessu svona úr smiðju Mercedes sýnist mér. Við erum að tala 2 13 tómmu skjái hérna. Annar hugsaður fyrir farþegann, þannig að hann getur annarkvort verið í tölvuleikjum eða hort á afþreyingarefni. Hérna megin síðan nær mér stjórnskjár á afþreyingarkerfi og meðstöð og alls konar stjórntækjum fyrir bílinn sem eins og í mörgum öðrum bílum svona meðalflókin. Þú þarft alveg að fara inn í hann til þess að finna einfaldar aðgerðir, en það ber að nefna að hérna undir skjánum þar allar helstu stýringar. Hérna stíginn sem ég var að tala ykkur áðan. Hann læstur hér. Það lykill sem fylgir með, knýr því hérna og tekur svo niður stigann og klifrar upp á aðra hæð. Þetta er 2 hæða vídd. Það hægt að geyma cirka 70-80 kg hérna ofan á. Það ætti að vera nóg fyrir eitthvað svona tjald og eitthvað svona svefnpokadót. Nú erum við hann í sportstillingu og ég get sett hann í mismunandi aksturstillingar eins og til dæmis Eco, Comfort eða Offroad Sport. Ég get stilt stýrið við hæfi hverjar aksturstillingar og ég get haft það bara í auto, ég get haft það létt, medium eða þung. Ég get líka stilt hérna orkuendurremdina þegar þú stígur á af bensíngjöfinni þá hleður hann inn á sig umfram orkunni. Þú getur
stillt það á 3 móta hérna. Mér finnst mest gaman að hafa hann í sport, það skrítið. Því að hann verður mjög snarpur, hann stinnari og hann verður alveg ekstra nákvæmur í stýrinu. Það alveg yfir nægt afl í þessum bíl og þegar maður gefur honum inn að þá þrýstist maður alveg aftur í sætið, það mikið af. Þá það svo hann svona aðeins losni að framan, sem sagt hann lyftist pínu upp að framan og þá þarf maður að vanda sig aðeins að stýra. Kannski hefur það áhrif að stilla þyngdina á stýrinu þegar maður að nota hann í sportmótinu. Nú ég búinn að setja hann á þyngsta hérna í stýrinu og ég ætla að gefa honum aðeins inn og sjá hvað gerist. Gefa aðeins í, já, stýrið verður þyngra. Það miklu betra að stýra honum með þessum hætti. Við ætlum að prófa að setjast aftur í. Það eins og ég sagði alveg þræl gott að setjast inn í eina bíl. Einstigið rosalega gott. Sætin halda mjög vel við. Það sérstaklega hérna við mjóbaki sem að ég finn það að maður situr ákaflega vel í þessum bíl. Hérna svona, þarf maður ekki annað en að snerta, þá sloknar þetta. Þetta rosa smart hérna, svona eins og kastari hérna uppi. Isofix, festingar 2 USB-C tengi hérna, annað 60 watta. Það hægt að halla sætinu svona aftur og hérna lyfti ég framsætinu til þess að gera meira pláss ef ég ætla að leggja niður sætin. Varðandi sætin og þá hægt að hækka hérna og lækka hérna bakkið. Og sjáu þessa hönnun hérna á hljómkerfinu, það Sennheiser hljómkerfi í þessum bíl með alltaf 21 hátalara. Ég hef ekki mörgum bílum sem með svona head-up display og þessi bíl með það alveg sérstaklega skýrt og ef þú kveikir á leiðsögukerfinu þá farðu pínu kassa með leiðsögukerfinu líka í head-up display og það mjög þægilegt. Ef við tölum þessum innréttinguna þá vissulega hérna smá svona hart plast. Hönnunin öll alveg stórglæsileg. Það sést alveg að þessi hönnun kemur úr smiðju Mercedes. Sætin í honum alveg sérlega þægileg. Þau breið, þau halda vel við. Það mjóbakstuðningur í honum. Hérna getur maður stilt sætin hérna á hliðinni. Sem sagt með svona apparati eins og í Mercedes-Benz bílunum. Kveikt á sætisittarunum og ef það loftkæling í sætum sem örugglega hægt að sérpanta þá hægt að kveikja á henni líka hérna. Og í mælaborðinu og þá sjást allar þessar helstu upplýsingar eins og hvað maður búinn að aka langt í þessari lotu sem við erum að aka í núna og hvað hún hefur tekið langa tíma og hvað meðal eyðsla. Nú eyðslan á þessum bíl ykkur staðar í kringum 18 eins og flestum þessara rafbíla gefin upp. Ég nú búinn að vera að gefa svolítið í núna þannig að hún í 33 eða eitthvað svoleiðis hérna. Mælaborðið það sýnir bílinn á veginum og hann skynjar líka bíla sem aka framhjá þannig að þetta allt saman eins og það flottast getur verið, myndi ég segja.